Skiptu 85.000 krónum á milli Jóns, Margrétar og Sveins, þannig að Jón fái 20% meira en Sveinn og Sveinn 25% minna en Margrét. Við skulum finna hver er grunnurinn. Skoðum textan aðeins betur. Jón fær 20% meira en Sveinn, þannig að hann miðast við Svein. En Sveinn er að fá 25% minna en Margrét, þannig að hann miðast við Margréti. Þannig að grunnurinn er Margrét. Setjum upp stuðlana, 1 sinnum 1 er jafnt og 1. Margrét fær 1 hlut. Nú, Sveinn er miðast við Margréti. Hann er semst að fá það sem að Margrét er að fá, nema hvað hann er að fá 75% af því. Hann er að fá 25% minna, þannig að hann fær ekki nema 75% af hennar hlut. Þannig að ég tek hlutina Margrétar og margfalda með 0,75, þá fæ ég út að Sveinn er að fá 0,75 hluti. Jón er að fá 20% meira en Sveinn. Þá er hann að fá það sem Sveinn er að fá, 0,75, bara 20% meira. Þannig ég margfalda hans hlut með 1,20. Og ég fæ þá út að Jón er að fá 0,90 hluti. Leggjum þessar hluti saman, þá er ég komið með heildarhlutina, sameiginlega stöðul, heildina hérna. Og þessa heild ætla ég að deila upp í upphæðina sem ég á að skipta. Þá fæ ég út hvað ein eining er að fá. 85.000 krónur deilt með 2,65 gerir 30.075 krónur, 0,4717 krónur. Margföldum þá upphæð við hlutina sem Jón er að fá, gerum nákvæmlega saman við það sem Margrét er að fá, gerum nákvæmlega saman við það sem Sveinn er að fá, þá fáum við út að Jón er að fá 28.867 krónur og 93 aura, Margrét er að fá 32.075 krónur og 47 aura og Sveinn er að fá 24.056 krónur og 60 aura.